Blessunarsamul og velkomin á þennan viðburð sem haldinn af VR, fagfélögunum og Landssambandi íslenskra verslunarmanna. Við þessi félög saman fara fyrir í kringum 40% af launafólki á almennu vinnumarkaði og við höfum verið að vinna svona frekar náið saman undanfarna mánuði eftir að það var ljóst að forsendur kjarasamninga myndu líklega bresta. Og erum að reyna að stuðla umræðu kjarasamninga og svona það þætti sem að gætu komið til að þeir gætu haldið. Þannig að þetta svona liður í því og við erum búin að halda einn viðburð áður sem fjallaði samband verðlags og launa og verðbólgu og núna í dag ætlum við að tala samband stýrivaxta og verðbólgu. Og eins og þið náttúrulega þekki þá stóðu vonir til þess þegar gildandi kjarasamningar voru undirritaðir að verðbólga færi niður og stýrivextir leið. En við sjáum það í dag að það ekki alveg staðan og við erum því að bara velta því upp hérna í dag bara hvers vegna staðan ekki betri en raun ber vitni. Og eftir mun Jaya Sood sem hagfræðingur hjá New Economics Foundation í Bretlandi flytja erindi samband stýrivaxta og verðbólgu. Og svo í kjölfari verða pallborðsumræður og í þeim taka þátt Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar, Jón Sigurðsson, forstjóri Stoða og Tómas Brynjálsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika. Og þakka ég öllum þessum kærlega fyrir að vera tilbúin að taka þátt í þessum viðburði með okkur. Erindi Jæju verður á ensku en pallborðsumræðurnar fara fram á íslensku. Og það boðið upp á skriftúlkun, þið sjáðu hana hérna á skjánum hérna fyrir ofan á milli íslensku og ensku og þá reynum við svona allavega að fanga helstu efnisatriði. Viðburður stendur í 1,5 klukkustund og við verðum ekki með hlé en kaffið hérna frammi og veitingar og þar eru líka salernin og það sjálfsagt að lauma sér fram ef að mann vantar eitthvað slíkt en bara gera það svona hljóðlega og virðingu gagnvart viðburðinum. Við erum líka í streymi og ég býð bara líka þau sem að fylgjast með í gegnum það velkomin til viðburðarins jafnt sem ykkur sem að hérna sitjið. En áður en Jæja tekur til máls þá ætlar Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambandsins, að flytja stutt ávarp fyrir hönd okkar í VR Líf og fagfélögunum. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gott og gaman að fá tækifæri til þess að ávarpa samkomuna. Eins og alla nefndi þá ég Jakob, formaður Rafiðnaðarsambandsins. Ég hér þá líka fulltrúi fagfélagana og þess samstarf þeirra félaga sem þar undir. Og við höfum bara beint í þetta. Kjarasamningar þeir sem nú í gildi voru samþykktir með þeim formerkjum að með þeim væru samtök launafólks að leggja sitt af mörkum til að hægt var að ná niður hárri verðbólgu og háum stýrivöxtum. Samningarnir voru ákall til ríkisstjórnar, sveitarstjórna, atvinnurekenda og annarra sem áhrif hafa á verðbólgu og þar með vaxtastig í landinu að þau stæðu leið við sinn hlut af þessari sátt. Sátt sem að lágmarki hefði átt að halda út samningstíma þeirra kjarasamninga sem nú í gildi, en sú sátt var það ekki raunin. Fyrri hluta samningstímans gekk þetta nokkuð eftir, en þegar verkefnið var það einhverju marki erfiðara, einmitt þegar aldrei hefði átt að vera mikilvægara, að allir hefðu tekið sitt hlutverk alvarlega, þá var lítið endir. Markmiði gildandi kjarasamninga dugðu ekki til, aðrir tóku sitt hlutverk ekki nægjanlega alvarlega. Það dylst engum að utanaðkomandi þættir eru hluti vandans og ef sáttin hefði haldið þrátt fyrir þau atriði þá væri umræðan forsendubrest kjarasamninga líklega einfaldari við eiga. Ef haldið hefði verið aftur að gjaldskrárhækkunum, verðlagshækkunum, reynt hefði verið ná fram aukinni hagræðingu frekar en velta utanaðkomandi áhrifum beint út í verðlag og ef stjórnvald og eftirlitsaðilar hefðu verið alveg skýr með til hvers væri ætlast til af öllum þeim sem með sínum ákvörðunum hafa áhrif á verðlag og verðbólgu, þá væru aðilar vinnumarkaðarins aðeins að ræða viðbragð eða þol gagnvart áðurnefndum ytri áhrifum. En þetta varð ekki raunin. Stórir hópar launafólks hafa ekki séð laun sín halda í við verðbólgu. Vaxtabyrði heimila hefur stóraukist og leið bíta gjaldskrárhækkanir og vöruverðshækkanir á þá sem síst skildi. Það má segja að hávaxtastefnan sé eina verkfærið sem á borð hafi verið borið í stað þeirrar ögunar sem kjarasamningarnir kváðu á Háir stýrivextir koma harðast niður á þeim sem síst hafa bolmagn til þess að bera þær byrðar. Barnafólki okkar, ungt fólk á leigumarkaði og þau okkar sem skulda mikið í eigin húsnæði eru þannig að borga fyrir hegðun og ákvarðanir annarra og svipaða sögum á segja atvinnulífið sjálft. Á meðan sumar atvinnugreinar skila verulegum hagnaði samdráttur í öðrum.
Nú þegar farið að verða vart við minnkandi umsvif á húsnæðismarkaði, störfum að fækka, það má segja nýframkvæmdir og sókn fyrirtækin og ný mið. Fasteigna- og mannvirkjageirinn geiri þar sem hvert verkefni hefur langan aðdraganda, mjög háð framboði á vinnuafli, fjármögnun og fleiri þáttum. Samdráttur í þessum geiri þannig lengi að raungerast og enn lengri tíma getur tekið að snúa því ferli aftur til betri vegar. Einnig vert að benda á að hávaxtastefnan hefur bein áhrif á nýsköpun, sprotastarf, skapandi greinar, hugverkaiðnað, fjarskiptageirans og einhverju síðan endar. Erfiðleikar í við fjármögnun skila sér í færri tækifærum, færri störfum og oftar en ekki það ekki fyrr en mun síðar sem neikvæð áhrif og margveldisáhrif þeirra hárra vaxta og verðbólgu á þessa greinar verður öllum ljós. Margt hefur verið sagt og skrifað mögulega áhrif aðildar ESB á vaxtastigið í landinu og það vita allir hér að nú eftir 10 daga greiðir þjóðin atkvæði hvort hefja ég aftur aðildarviðræður. Umræður vexti og gjaldmiðlamál og fleiri mál tengdum ESB hafa ekki farið fram hjá okkur sem að þessum viðburði koma. En atkvæðagreiðslan eftir 10 daga hefur engin áhrif á þann vanda sem við erum að ræða hér í dag. Hver svo sem niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar verður, þá einhver möguleg eða ómöguleg áhrif þeirra niðurstöðu ekki að koma fram í neinu samhengi við þann tímaramma þess vanda sem við okkur steðjar nú. Því okkar verkefni við öllu óbreytt og ekki hér tekin afstæða til komandi atkvæðagreiðslu. En eru þá háir vextir á Íslandi nú náttúrulögmann lítils hagkerfis? Eða eru þeir ákvörðun eða möguleg afleiðing ákvarðana leysis og vöndunar og skýri sín allra hagaðila? Við njótum þess hér að fá til liðs við okkur marga góða aðila til að rýna þessi mál og ræða. Allir eru sérfræðingar á sínu sviði, svo það kann að skjóta skökku við að gamall hljóðmaður og tæknimaður sé hér að leggja sitt í púkið. En ég ætla engu að síður að lýsa eigin vangaveltum vaxtastefnuna. Háir vextir eiga að slá á eftirspurn, en þegar horft til tiltölulega lítils samfélags eins og Íslands, þar sem vandi húsnæðismarkaðar ljós, fólksfjölgun nokkuð fyrirséð, stórar kynslóðir á leiðin á vinnumarkaðir og fleiri þætta, eru þá háir vextir í hagkerfi eins og á Íslandi mögulega ekki færir að slá á eftirspurn, heldur eingöngu að þrýsta henni niður, að fresta eftirspurn sem kemur svo tvíhald tilbaka þegar slakað á vaxtastiginu. Ef háir vextir eru bara að hægja tímabundið á eftirspurn, má kannski spyrja sig því hvort þeir sé að virka sem skyldi. Þegar háir vextir valda leið stöðvun framkvæmda, nýsköpunar, uppbyggingar og þá líklega orðið tilefni til að kanna hvaða önnur meðul eru í boði. Raunverulegur samdráttur á framboðshlið en mögulega bara frestun á eftirspurnarhliðili líklega ekki góður kokteil ef þessi tilgáta að einhverju marki sönn. Það allavega ærin ástæða til þess að ræða vaxtamálin og ég vona að þessi viðburður verði gott innlegg inn í þá rýni og leið brýning til okkar allra sem geta með ákvörðunum sínum haft áhrif á verðbólgustigið að sýna ábyrgðarverki og gera sitt svo ferli verðbólgu og stýrivaxta verði snúið við hið fyrsta. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jakob, góð brýning. Svo ég taki nú eitt af þeim atriðum sem hann nefndi, sem að kannski vonbrigði fyrir einhverja, að þá fjallar þessi fundur sérst ekki evruna og ekki ESB, heldur þann seðlabanka sem við eigum í dag og þá umgjörð peningastefnu sem við eigum í dag. Og hitt mjög áhugaverð umræða, en þetta ekki fundur hana. Mér langaði næst að bjóða Jæju, you have to forgive us, we always use first names in Iceland. So that's why I always refer to you as Jæja. If I would do it completely in Icelandic, I would say Jæja, but that's a word I will teach you everything about later. En ég ætla að bjóða Jæju velkomna. Hún hagfræðingur, nánar tiltekið senior economist hjá New Economics Foundation sem hugvita í Bretlandi og hún hefur verið að sérhæfa sig í samspili efnahagsmála og loftslagsmála og þar með í hennum ólíku stýritækjum efnahagsmála. Og New Economics Foundation hefur starfað í 40 ár á þessu ári og vinnur að rannsóknum og stefnumótun á sviði efnahagsmála og með sérstakri áherslu á félagslegt réttlæti, lífskjör og umhverfismál og hefur verið talsvert leiðandi í umræðu peningastefnu í Bretlandi. Þannig að hún samþykkti að koma hérna til landsins, yfirgaf að mér skilst 40 stiga hita í Bretlandi og bara mjög glöð að vera hérna í okkar svala loftslægi. And without further ado, Jæja, the floor is yours.
Well, thank you so much, Hadla, and thank you everybody for having me here. It's great to be in Iceland. This is my first time in Iceland. And in terms of the pronunciation of my name, it's an Indian name, so people in the UK pronounce it differently as well. So that's all good. I'm used to that. What I'm going to talk about today is this question. Are high interest rates always the best answer to inflation? And it's perhaps a bit of a provocation, and I'm going to sort of talk you through the rationale as to why I think the answer to this question is no. Not always. That interest rates are a really, really important tool that we have in our macroeconomic toolkit, but it's not always, in my view, the best way to deal with inflation, and that really depends on what are the factors that are driving the inflation that we're seeing, and whether or not interest rates are therefore the appropriate tool to tackle it. So I believe that interest rates alone probably can't fix Iceland's cost of living crisis. And what I'm going to do is I'm going to provide a little bit of context and talk about inflation and interest rates in recent years in Iceland. Obviously, I'm not from Iceland, so I'm not the expert here, but we'll just go through some of the sort of aggregate figures and a bit of context setting as to what's been going on. Then we'll take a step back and just look at the kind of general theory behind what causes inflation, what are the different channels that can drive inflation. Then we'll talk about the degree to which interest rates can help tackle each of those different channels or not, or what the side effects might be if we use interest rates to tackle certain channels that's perhaps not best suited for. Then we'll talk about what other inflation tackling tools that we have, and there are many, but I think they're often under discussed. Because in a lot of countries now where we have rightly independent central banks, governments can tend to sort of outsource the problem of inflation to central banks rather than perhaps thinking about what tools they might be able to utilize as well. We'll go through some counter arguments. This is a really live topic. It's not an exact science. There are lots of different views around how and when interest rates should be used. And then I'll set out a few sort of ideas and recommendations for Iceland. Just setting out some of the context. So what's going on at the moment here? So there was a monetary policy decision this morning where the policy rate was held at 8%. So that is among the highest in Europe. And just for comparative context, in the UK, the interest rate at the moment is 3.75%. So much, much lower. Headline inflation is at 5.3%. And the target that the central bank has is 2.5%. So inflation is still running pretty high. The annual pay rise that was agreed was 3.5% under the 2024 deal, and the review clause threshold I think is 4.7%. So if inflation is higher than that, then that clause will be triggered this August. So today's decision lands right in the middle of this context. And the decision on reopening the pay deal is due for the 8th of October. So what's really going on here? So there was, as our first speaker set out, what was kind of promised with this agreement was that if workers accept moderate pay rises lower than inflation, around 3.5%, then in return, that might enable the central bank to ease interest rates, and then that in turn would lower the cost of mortgages to a degree. I know here they're tied to CPI as well as increasing with interest rates, but might lower the cost of mortgages and other loans and borrowing costs across the economy, and therefore workers can accept slightly lower wages in exchange for hopefully an environment where other costs that are being imposed on them can be brought down via the interest rate. But what's actually happened is that since March 2026, interest rates have ended up rising 3 times, so going from 7.25% to 8% today. So that kind of hope for what might be able to be delivered, partly as a result of workers accepting a slightly lower pay increases, hasn't really arrived. And one side effect of high interest rates
is that it slows the economy down, it slows investment down, and what that can mean is that businesses are unable to invest, are unable to expand, and in some cases have to let some workers go. And I know that the unemployment figures in Iceland will jump around a bit. I know that in January 2026 of this year, they looked really high, around 7%. I think they've sort of eased off since then. But that 7% figure was the highest since 2021. So not only can interest rates impose kind of other costs on workers, but they can also have this general kind of side effect across the whole economy of sort of strangling economic growth, strangling economic activity, and causing unemployment. So then just stepping back a bit, I think it's important to try and diagnose what exactly is causing the inflation that we're seeing in Iceland at the moment. And there are various different drivers, and depending on which of these drivers is more attributable for the high inflation that Iceland's experiencing, will determine the degree to which interest rates vis-a-vis other tools is sort of the most appropriate lever to be pulling. So there are roughly sort of 3 different channels through which inflation can be caused. One is demand pull. So this is where there's too much money chasing too few goods. So workers have relatively high wages. They have good incomes. They have a lot of disposable income. They're spending that money, but actually supply and production in the economy can't expand to be able to meet that demand, and that effectively pushes prices up. And that can end up with a sort of wage price spiral situation where prices go up because production can't expand and keep up. And when prices go up, workers ask for higher wages. When workers ask for higher wages, there's more money in the economy, supply can't keep up, and then it causes this sort of spiral. Cost push inflation. So this is about supply shortages. Often that will be caused by external shocks, like we've had, in the last few years, shocks stemming from war in Ukraine and Russia, war in Iran. That's something that's particularly affected the UK economy because we import a lot of our energy and we're very fossil fuel dependent, so slightly less so in specific energy terms for Iceland, but you are a very import heavy country. So if supply shocks mean that imports get more expensive, then Iceland is very exposed, and that's also linked to the vulnerability of the currency as well. So that's when costs go up regardless of demand. And then another channel is sellers inflation. So this is where firms with pricing power, like monopolistic firms where there's not much competition in that industry, use a moment where it looks like inflation is rising across the economy, across the world, and they sort of hide behind that to inflate or increase their own margins. So they don't actually suffer from this cost push inflation, but they are using that moment as a sort of excuse to increase their own prices. And then expectations is an interesting channel as well. I think the evidence on this is very mixed, but this is where businesses, households and firms kind of change their behavior in the expectation that inflation might rise in the future. So if firms think that inflation is coming down the line, they might put their prices up. If workers think inflation is coming down the line, they might want to spend their money now because it's worth more now. And in a country that's experienced quite volatile inflation like Iceland, that can be quite an important channel, but the evidence on that is quite mixed. Now, I would argue that because the unions have accepted these relatively reasonably kind of low wage increases since 2024 that have been slower than the increases in prices via inflation, that demand pull inflation is probably not the main channel through which inflation is being caused in this context, and it's probably more to do with the cost push, sellers inflation, perhaps some expectations type channels. And so how can interest rates help with each of these channels? Well, let's just think about, what the kind of chain of logic is. So interest rates rise. That means that borrowing becomes more costly. That means that firms and households spend less and they invest less. That means that demand falls, and that kind of brings supply and demand back into alignment.
So this works best against demand pull inflation, where demand is really running too hot, and actually what you need to do is just pull some of that out of the economy because supply just simply can't keep up and simply can't expand. And that can be a relatively effective way to kind of cool down an overheating economy. And it can also help anchor expectations. Another sort of really important feature of interest rates is that it can also protect the currency, because when interest rates are high, more capital will be attracted into Iceland, and that can help to shield the kind of value of the krona, and that is an important channel as well. But there are risks as well with increasing interest rates. So I already sort of mentioned recession risk, job losses, lasting income damage. There are also distributive effects, and I think it's really important to kind of bear that in mind. So mortgage holders and borrowers will be squeezed, but actually savers can gain. So as I said, high interest rates attract capital because that means they're going to get a higher return on their investment, and those that are holding assets are basically getting a higher return on their investment, so they can gain and they can benefit. There's also a risk that higher interest rates may miss the target. So we've seen this a lot in the UK recently. I mean, I know rates aren't as high as they are here, but they have been sort of high, relatively speaking, by recent UK standards. And, you know, the Monetary Policy Committee and the Governor of the Bank of England have said in their last monetary policy report, you know, high interest rates can't do anything about the energy price shock, which is really the thing that is driving inflation in the UK. That is supply shock driven inflation. High interest rates can't do much about that. What they can do potentially in quite a blunt sort of blanket way is try to rein in any secondary effects of that supply shock, if there's a risk of this kind of wage price spiral situation where, you know, prices have gone up because of the shock, workers ask for higher wages, prices go up again, that kind of thing. But the evidence on those kind of wage price spirals is quite mixed. How are we for time? Am I okay? So let's talk about the potential inflation doom loop, because ironically, high interest rates can actually feed into higher inflation as well. And that's another risk that we need to be cognizant of. So we could have a scenario where interest rates rise. That might increase the costs for building firms, for developers, for construction firms who want to borrow to be able to invest. So the costs to them of borrowing and making those investments have increased. That can mean that fewer new homes are built. That can mean housing shortages worsen, and that can mean higher rents for new leases, because basically the supply of housing is constrained because, you know, the costs of building new houses are relatively high. And, you know, higher rents feed directly into CPI. So that actually increases headline CPI, which is the consumer price index, and that is the kind of main headline measure that central banks are looking at when they're looking to see whether or not, you know, they should be increasing rates. So there is this kind of risk as well of a circular doom loop type situation, and if it's not demand that is driving inflation, then I would argue that interest rates are probably not the right tool. So I think the real question to focus on is, to what degree really is it wages, and to what degree really is it demand that is causing CPI to increase? And if that's not the best tool, then what other tools do we have if it's seller inflation, if it's more supply shock driven inflation? Well, governments can act directly. They don't need to leave inflation tackling to the central bank. And a really good example of this in the UK context was last autumn. The government decided that they were going to take some costs off energy bills, because, as I mentioned, energy is really the main driver of inflation in the UK, externally supply shock driven energy price increases, because we're very reliant on fossil fuels. They decided to take £150 off average household energy bills and put that into taxation, where they can then fund that in a more progressive way. And the Bank of England actually recognised that that would directly lower CPI by around 0.5 percentage points. And because the government has done something to lower bills and lower costs and lower inflation, that opens up space for the central bank to then
be able to lower rates, and they were on track to do that, except for then Trump invaded Iran, and and so rates were not in the end dropped as was expected. And there are lots of other examples as well of governments taking on more responsibility for more targeted measures. So, in the UK, it's really energy that was driving a large part of high inflation. In Spain, they've brought in measures to cap rent increases, and not all of these measures have to be fiscally costly. Capping rent increases like they did in Spain, that's about a transfer. That's about, transferring some of the profit out of sort of the pockets of landlords and giving some disposable income back to individuals. In Germany, they brought in an anti-price gouging law recently, and so that is about the kind of seller's inflation, breaking up some of that monopolistic price gouging, and bringing in more transparency to ensure that kind of inflation isn't really happening. So in general, the proposal that New Economics Foundation has, which can be applied regardless of the kind of country context, is to increase coordination between the central bank and the government, such that the tools that are used to tackle inflation can be more targeted where appropriate. And then if the bank kind of agrees that might be that fiscal measure, that government measure might actually be successful in bringing inflation down, the bank may view that as giving them a bit more space to lower rates. And I really want to emphasize here that this isn't about touching the independence of central banks. Independence is a really, really good thing. It means that there can't be sort of political co-opting of interest rates to suit a leader who feels like their position might be at threat. This is about coordination. So we've actually proposed an independent coordination council that is expert in the intersection between the two. So I mean, these are just some ideas. I'm not an expert in the Icelandic economy, so you'll know better than me what those fiscal or government levers might be to match the real kind of cost or inflation problems that that you have in Iceland. But for example, with rent costs or with housing, perhaps if other measures were brought in to bring down CPI elsewhere, as I'll go on to, that might open up space to bring interest rates down, and that might open the door to more house building, which might help lower rent costs and housing costs in general. There are some industries which I understand are relatively monopolised in Iceland. So perhaps some windfall taxes could be brought in. So if they're making excess profits, those can be redistributed in ways that kind of bring those costs down or cushion consumers against those costs, or perhaps some antitrust, anti-monopolistic scrutiny can be brought in to make sure that the price gouging isn't going on. Fees that are within the government's direct control are, the government can choose to address that now. So that's another thing that this government in the UK did at the last budget, is they decided to freeze rail fares, for example. That's something that's within their control, and that might have a fiscal cost attached to it, but that is something they can do about. And then there's other, I suppose, costs which are very much kind of externally driven, like air travel here. It's very much to do with fuel costs. Is there something the government can do to temporarily cushion people from those impacts as well to bring costs down? So the main point is that we don't have to use blanket measures, especially in places where they definitely won't work, where it really is sort of imported inflation. And especially where they can exacerbate the problem and restrict supply. So we really should try and target policy where we can, and then provide kind of progressive cushioning where it's difficult to do that. There are various counter-arguments. I've already addressed the central bank independence is at risk. One, there may be different views about the degree to which wage rises are driving the inflation we're seeing, but I'm relatively sceptical given the 3.5% deal that's been in place. There are good arguments around protecting the value of the currency. So, Iceland is a very small country that is relatively
import dependent, and it's really important that there is like a source of demand for that currency, and so having a high interest rate is one way to do that. There are other ways to do that, though, I suppose, is the argument that I would make. And I know that Iceland had capital controls for a while, and I know that there are regulations around domestic savings being invested in the domestic economy, which I think is another way to do that. But I do think that is an important consideration. You know, rates aren't just high because of CPI, they're also high to protect the currency. And I think with regards to inflation expectations, that is something that the government can manage as well. It's not only the central bank via the interest rate that can impact on inflation expectations. So yeah, I'm nearly done, but really another point I want to emphasise is that raising rates is a choice, it's not a law. Like as we've witnessed this morning, not all of the Monetary Policy Committee vote the same way every time there's a rate decision. There's a lot of, you know, different interpretations of the data, different kind of views on where the economy is. So it's really fair and fine and good and important for people to question these decisions, because it's complex. It can often seem opaque and just seem like this is just mechanically how things work. CPI goes up, interest rates go up. But actually, it's important to question it. There's always winners and losers, and that's the main reason why it's important to question it. Someone always bears the cost. It's really largely a question of who. And there's different economic schools of thought within economics. So actually, Keynesians, monetarists, post-Keynesian all disagree on what causes inflation and how to fix it, and there's no single settled answer even within the economics sphere. And yeah, there's a really interesting book, if you really love this topic, which came out last year by Mark Blyth and Niccolo Fraccaroli. Mark Blyth's written a lot as well about anti-austerity, and their main points are around this. You know, there are always, it's called a guide for users and losers. There's always winners and losers from inflation and from the policies used to fight it. And also now that we're entering an age of supply side inflation, maybe our old tools do need rethinking, and the question they're asking is really who will bear the cost of inflation in the future. So yeah, a few potential lessons for Iceland. I think deepening coordination between the central bank and the government. I mean, perhaps there already is a large degree of coordination. I'm not an expert here, but I think, you know, that's something we recommend for the UK. Government, I think the government should proactively do more to try and address inflation in a targeted way. And then for the unions, I suppose, yeah, I think it's important to use the review clause to demand a fairer distribution of who carries the costs. So yes, in summary, I think high interest rates are a really important tool, but they're quite a blunt one. They're very good for demand pull inflation, and perhaps not so good for dealing with housing issues and seller-driven inflation and supply shock inflation, except for via protecting the value of the krona. I think that Iceland's inflation looks like the latter, and I think an IMF paper that came out recently as well had a sort of similar interpretation. But my understanding is that the response has been almost entirely rate-based, but I'm happy to be corrected on that. Workers have already carried real costs by having below inflation pay, and now, you know, the data is kind of swinging, but looks like rising unemployment, and other tools do exist, and we can use them without sacrificing the central bank's independence. So I think the question for today is, can a more targeted inflation tackling approach be more effective and fairer? That's it. Stay here for a couple of questions. Thank you. That was a very clear and excellent talk. We wanted to open the floor up for a couple of questions, if there are any. You can post them in English or in Icelandic, and then I will translate between. So are there any questions? We have a mic here somewhere running around. Yeah, Henna? Yeah, Mike. Yeah. I'm just interested in central banks. I mean, are some central banks using these ideas that you are talking about? I mean, aren't all of them
making higher interest rates when inflation is high? I mean, isn't this completely new ideas? I mean, you talked about UK, but can you give me give us some examples of another nations or? Yeah, sure. So, a random example, but I know that Indonesia has a coordination council, which looks to do exactly this kind of thing. But the other thing I would say is that I don't think this is all on central banks. I think this is largely on government to accept a bit more responsibility for tackling inflation. And I guess the examples that I gave of European countries like Spain, which, you know, straight away when Trump, the Trump-Iran war broke out, you know, Spain took VAT off energy bills straight away. It took the UK really, you know, months to do that. Not that I think that's the best, you know, policy in the world for lowering energy bills. But there are governments that I think do take on more responsibility for inflation tackling. And actually Pedro Sanchez, the Prime Minister or President of Spain, he has spoken about monetary fiscal coordination, which is what we're talking about here, coordination between fiscal policy and monetary policy in interviews. And he very much kind of accepts that premise. There's also, I think Mexico is an interesting example because they had a real problem of sellers inflation in groceries and supermarkets. And I think they brought in some quite serious like price gouging antitrust measures, which like kind of brought supermarkets together and like with the government and like made sure that pricing was fair. So yeah, I don't think it's just about central banks. Like central banks have a mandate for price stability, and if no one else is doing anything about it, then, you know, maybe they'll feel compelled to raise interest rates. Hi. I've heard the theory that one of the reasons why increasing interest rates isn't working on inflation is because of the different combination of society from when this theory originally was built. So that society today has got much fewer people paying off the mortgage and much larger amount of people in the society that have got a vast amount of money to spend that are older. And for the first time in history, we have people over the age of 50 with awful lot of money to spend, and they are really the people that are driving the spending power and therefore driving part of the inflation. Do you agree with this theory? I think it's an interesting one. Generally, kind of older, wealthier people have like a lower propensity to spend. So you'd have thought if it was demand-driven inflation domestically, you'd have thought that if there's been a shift in where wealth is created more towards older, lower spenders, higher savers, that actually the demand-driven element of inflation would have reduced. But as I said in my talk, you know, I don't think the majority of the inflation that Iceland's experiencing really comes from demand anyway. So maybe that would have had a bit of a sort of disinflationary effect relative to the past. But I think what's interesting about, you know, the book that I recommended and the way that Keynesian economists, which is a sort of a one school of thought in economics, think about inflation is that it's really a power struggle between capital and labor, and that you know, depending on where that power lies will determine like really who ends up winning and losing out of that struggle. And so yeah, I think it's interesting, you know, for me, Iceland is a country that's so unionized. The UK is not.
And so this idea of sort of wage price spirals in the UK really doesn't hold, because it's not like UK workers go to their employers and demand wage increases and get them. I think the reason I don't think it holds here is because of the agreement from 2024, meaning that wages haven't been increasing. But I mean, yeah, I do look to Iceland and I think, wow, that's great that the workers have so much bargaining power. But yeah, it's interesting as well if there's been a shift in where wealth is held. Thank you. In summary, how would you approach this in an optimistic way? Like, what would be your headline for the news? I think from an optimistic perspective, I think I've provided a potential solution, which is that if governments took on more responsibility for inflation, we might be able to tackle it more effectively with lower interest rates. And I think that's an optimistic view. And if inflation is going to be increasingly caused by supply shocks, by climate change shocks, by geopolitical conflicts, not by demand-driven inflation, you know, then actually the interest rates path isn't going to work. So I think the reason for optimism is really that, like, we do have alternative ways of dealing with inflation. It's just a question of, are we going to update our inflation tackling toolkit to reflect that? Do we have a last question over here? As you maybe know, we had a present from the central bank this morning. My question is, the people who profit from the higher interest seem to have more power in this country than the people who are losing by it. You talk about strong unions, but in unions here there is not harmony between. So what is the solution of this? The big corporations seem to be able to raise their demands of profit as they will. Great question. I mean, I don't know the ins and outs of the power dynamics and power struggles in the Icelandic economy, but my one reflection on that would be that I think it's a matter of political will, the degree to which a government, not a central bank, but a government is willing to be redistributive in its approach. And I don't know much about the Icelandic government, but I think that's a question of a fight between government and private capital. So I said this was the final question, but I have one final question. And I wanted to highlight, and maybe it's important also for the audience to know, that the Icelandic government put on a price cap on oil when the invasion in Iran happened. And we, the hosts of this event, were quite pleased with that, because we thought, because they're protecting the public in Iceland from a war that has nothing to do with us. So they have done that, and we've often thought, like, is there anything else they can do? But on the other hand, their main emphasis now is balancing the books. And their line is that if you balance the books, then that will create better conditions for lowering inflation. So could you give us a few thoughts on because I know the UK government has also been quite, or the former UK government, you keep changing governments, it's really hard to keep track. But they had also been quite strong on the idea of balancing the books to kind of push the economy to stability. Yeah. That's a big question. I mean, like, in a nutshell, I think you don't get growth and you don't get progress and you don't get any of these things that you need to have a thriving economy without investment. So you can balance the books now, but is that going to come at the cost of investment in the future? You know, the UK had an austerity program for the whole of the 2010s. The idea was that you balance the books, you get growth. And, like, that did not happen. Like, you know, my view is that you invest, you get growth. So you won't get a thriving economy if you don't invest, and you won't get a thriving economy if you don't have demand, because you need
people with money consumers who want to buy things from businesses. If you don't have consumers with money who want to buy things from businesses, then who are the businesses going to sell their products to? So I think that I think it's difficult for a country like the UK and a country like Ireland because Iceland, sorry, because if the government wants to do spending programs, they may have to borrowing in your own currency can be difficult. But I also think there are alternatives. There can be ways of financing investment through fiscal means, like through progressive taxation. I talked about, are some sectors in Iceland or some firms or big corporations perhaps benefiting from sellers' inflation? Could there be a windfall tax there to fund some public investment? So I think there are absolutely alternatives to the primary goal being to balance the books. Thank you. Please join me in thanking Jaya with a big round of applause. Við færum okkur núna aftur yfir á íslensku og þau sem ekki skilja hana geta fylgst hér með túlkun. En nú ætla ég að biðja pallborðið að gera sig tilbúið og það þarf að tengja það. Nú segir Steinunn 3-4 mínútur, ég svo hræddum að missa fólk úr sala og næði ekki aftur inn. En það þarf að tengja pallborðið og á meðan ætlaði ég kannski bara aðeins að renna yfir svona kurteisisvenjur sem ég klúðraði áðan. Það er svona til siðs að ávarpa ráðherra ef hann í salnum. Og þannig ég vil bjóða fyrir formann VR sérstaklega velkomin hingað í salinn sem náttúrulega miklu virðulegri titill. Ég vona að þið hafið fengið náð svona ágætlega utan þessi efnisatriði sem komið fram hjá Jæju og núna þegar við skiptum yfir í pallborðið þá ætlum við að reyna aðeins að kryfja nánar þessa þætti og fara svona dýpra ofan í þetta í íslensku samhengi. Er ég fyrir þér? Gjörðu svo vel. Þannig að sýnu okkur örlitla biðlund á meðan pallborðið kemur sér fyrir. Já, ég ætla að hlaupa nú í dósina mína, ég fer bara svona. Så. Fólki 2 mínútur til að snúa 1 mínútu til að snúa tilbaka í salinn með áfylling og kaffi.
Heyri, þá ætlum við að hefja þessar pallborðsumræður. Byrja á að þakka ykkur kærlega fyrir Tómas og Jón og Ásgeir fyrir að vera tilbúinir til að taka þátt í þessu samtali með okkur og hlýða á erindi Gæju og halda síðan aðeins áfram. Tómas kemur náttúrulega með sjóðandi heita vaxtahækkun með sér. En líka erindi, það sem var nú svolítið verið að segja að þetta væri kannski ekki, nú er það allir brjálaður út í Seðlabankann í dag, en þetta væri nú kannski ekki bara Seðlabankinn og það ætti ef til vill að horfa á þetta samspil ríkisfjármálana og peningastefnunar. En mér langaði bara eins að spyrja þig sko, Tómas, veist, nú hafa stýrivexti verið svona tiltölulega háir á Íslandi í 4 ár. Og það þýðir að stærstan hluta þess tíma hafi verið verulega háir og í aðdraganda núgildandi kjarasamninga þá voru þeir 9,25% og þá talaði Seðlabankastjóri meðal annars að svona óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið væri kjarasamningar og verðbólgan var þá undanhaldi en hann sagði þetta eru bara þetta er óvissu þættirnir. Svo voru gerðir þessi kjarasamningar sem voru svona innan þessara marka sem að Seðlabankinn hafi sett. Þannig spurningin er svolítið sko bara hefur þetta virkað eins og vonist stóðu til og eftir svona erindi hennar Gæju eru þessi stýrivextir besta tæki til að takast á við stöðuna? Ég held að það sé mikilvægt að við hugsum hvaðan við erum að koma og það er margt sem að Gæja sagði sem er bara satt og rétt og gott að taka til sín. En það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að greiningin af því hvaðan verðbólgan er að koma við þurfum eiginlega skiptir í tvennt á Íslandi. Annars vegar eru að koma úr rosalegri eftirspurn. Eftir heimsfaraldurinn þá rauk hagkerfið af stað. Það er líklegt að vextir hafi hækkað of seint. Það var mjög mikil umfram eftirspurn í hagkerfinu og við getum sagt að kannski svona 4,5% af þessi 5,1% verðbólgu er vegna þessara eftirspurnar. Svo eru aðrir 100 punktar, annað prósentustig sem er að einhverjum öðrum sökum. Það er vegna hækkana á opinberum gjöldum, það er vegna hækkana á flugfargjöldum, það er vegna olíuverðshækkana. Þannig ég held að það er þarna kannski 1,5% sem að aðrir þurfa sannarlega að taka til sín og við erum að berjast sérstaklega gegn hinum 4%. Það sem hefur samt gerst eftir þessa kjarasamninga sem er náttúrulega afleiðing þess hversu mikið það að vera á Íslandi þegar þeir eru gerðir. Kjarasamningarnir voru örugglega hólegir miðað við þær aðstæður sem við vorum í. En alveg eins og skýrsla fjármálaráðherra evruna sýndi, þá gerist það ítrekað á Íslandi sem gerist ekki annars staðar á Norðurlöndum að þegar það er samið, miðlægt, að þá á hinum Norðurlöndunum þá gilda þær launaákvarðanir. Það er lítið launaskrið. Hér hefur aftur á móti séð að launaskrið hefur verið næstu jafn mikið og samningsbundnar hækkanir. Þannig að það er bara afleiðing þess að hér var alveg rosalega eftirspurn og þetta er eftirspurnin sem við erum að reyna að vinna á. Þannig geta verið önnur tæki en vextirnir eru svo sannlega að virka. En það er nokkar að segja samt eitt að það gleymist oft í umræðinu hér að Seðlabankinn hefur önnur tæki. Hann hefur tæki hvað varðar EIF, banka, lánþegaskilyrði. Þetta eru allt tæki sem vinna að sama marki. Við höfum beitt þeim öllum. Þannig að það er ekki eins og við séum sko dogmatísk með þetta eina tæki og höldum að það geti leyst allan vanda hagstjórnarinnar. En við þurfum bara að horfast í augu við þá stöðu sem við erum í og sú staða hún er svo að eftirspurnin það var allt of mikil en er að koma niður og við sjáum alveg afleiðingu þess í dag að við erum að ná tökum á eftirspurnin í hagkerfinu. En útskýra nánar fyrir okkur sko eftirspurnin á COVID-árunum, nú er alveg svolítið langt liðið og verðbólgan er auðvitað bara síðasta árið. Af hverju lifir hún ennþá og síðan að þú nefnir þetta svokallaða launaskrið, ertu þá svolítið að segja að það séu þær hækkanir sem að náttúrulega við söndum ekki en hafa verið gerðar sem að séu að halda verðbólgunni gangandi? Er þetta samband þarna á milli? Já, algjörlega. Og ég held að það sé mikilvægt, ég held að við ættum að snúa umræðunni. Auðvitað vinna verkalýðsfélög við það að sækja launahækkanir fyrir þá sem þeir semja fyrir. Og ég held að það sé ekki beint vandinn. Vandinn er að fyrirtækin séu viljug til þess að hækka laun jafnvel umfram samningana. Og af hverju hækka fyrirtækin laun umfram samningana? Það er annars vegar út af því að það er of mikið að vera í hagkerfinu og það sáum við undanförnum árum. Eða þá að fyrirtækin trú ekki því að verðbólga verði bara 2,5% næsta árið eða næstu árin. Þannig að verðbólguvæntingarnar sem eru of háar, sem hafa verið,
eða það umfram eftirspurn í hagkerfinu sem hefur verið raunin. Þannig að það fyrir mér miklu meira vandamáli endilega að fólk semjum eitthvað eða sækist eftir einhverju, heldur við séum þeirra aðstæður að þetta gerist. Hitt síðan af hverju hefur þetta lifað svona lengi með okkur. Ég held að þetta lifi lengi með okkur út af umfangi verðtryggingar í samfélaginu og ekki bara í fjárskuldbindingum, ekki bara í lánum, heldur bara það allt verðtryggt, það hækka bara eiginlega allir þjónustusamningar. Ríkið gerir það sömuleiðis, það hækkar sína gjaldskrár bara eins og verðbólgumarkmiðið sé ekki til staðar. Þetta lifir lengur með okkur, sérstaklega út af verðbólgusögunni. Einmitt, við náttúrulega lítum að þetta aðeins öðrum augum með þetta samband verðlags og launa og verðbólgu og teljum að við séum svolítið stutt líka alþjóðlegum gögnum þar með að stundum séu launin að reyna að elta verðlagið og að fyrirtækin hækki laun líka vegna þess að þau geta það. En það rýmar svo sem ágætlega það sem þú segir að það sé eitthvað í gangi í hagkerfinu. En færum aðeins yfir til Ásgeirs, það kom gagnrýnin náttúrulega í þessu erindin að Jæju á stýrivexti sem svona tólið til þess að takast á verðbólguna og ég veit að þú fylgist svona mjög vel með alþjóðlegri umræðu, þannig að mér langar svona aðeins að fara yfir í þessu svona kenningaramma og bara hvert svona mat þitt á virkni hávaxtastefnunnar og hvort að það sé einhver aðri leikir í stöðunni í íslensku samhengi. Já, það svolítið ruglandi þegar maður les meira af alþjóðlegum fjölmiðlum heldur en innlendum, þessum litlu fáu fjölmiðlum sem eru til hér á landi. Því það ansi svona samhljóma það sem kemur frá hagfræðingastéttin á Íslandi sem mikið menntuð upp í háskóla og nú eru fyrrum prófessor það sem stýra annars vegar Seðlabankanum og fjármálaráðuneytinu. Þannig að það fer mjög hratt af stað svona einhver samhljómur að til dæmis kenna ykkur og ég held að það sé einn hluti vandans að Tómas dró í land með núna sem gott og ég mig grunar hann sé sá eini sem vildi ekki hækka í morgun ef ég les út úr gögnunum rétt og ég held að hann sé líka eini sem ekki með hagfræðimenntun í nefndinni en seðlabankar stjórar stóru seðlabankarna eru með lögfræðimenntun núna, þar að segja það hefur verið að beita viðtækari og þverfaglegri greiningu heldur en hinn einskorðaða greining hérlendi sem maður reynir að lesa út úr muninum. Hins vegar það að hér fór efnahagsstjórnin, ef maður að skoða hann aftur í tíman, að efnahagsstjórnunin beittist að því að bara flytja megnið af lántökum aftur yfir í verðtryggð lán og við það þá hættir peningastefnan að virka, miðlunin af vaxtahækkununum. Þannig að allur samanburður við önnur lönd verður rosalega erfur því það ekki hægt að útskýra fyrir erlendum hagfræðingum verðtrygginguna eða hið verðtryggða íslenska hagkerfi en til að kjarna það, þú sagðir í útvarpinu í morgun að við varum komin út í skurð, ég held að við séum svolítið langt frá því, ég held að við séum í einhverju komin út í annað hérað að því það ekki hægt að laga þetta með því að draga okkur upp úr einhverjum pitti. Við erum búin að vera með 5% verðbólgu í svo langan tíma, ég held að bæði fyrirtæki, fjárfesting, sveitarfélög, fjárfesting þeirra og heimili sem eru skuldsett, eru öll að slegast af þessu og síðan möllum við bara áfram meðan að umræðan utan úr heimi varðandi það við erum komin inn tímabil þar sem eru framboðskellir ítrekkað að koma vegna umhverfismála, vegna stríða, geopolítikur, þannig að það að fara að koma meiri verðbólgu utan úr heimi og meðan að eins og Evrópski seðlabanki segir þegar það framboðskellir þá virka, það erfiðasta dilemma seðlabankana því þá að tóast í sitt hvor átt hagkerfið og vextinni, þannig að þá hættir það að vera vísindi hvað þú getur gert og það verður einhvers konar list það vinnur nú gegn hvort öðru hækkunin á vöxtunum og ég held að við séum svolítið þar að það hefur gengið vel að kæla hagkerfið, segir Tómas. Já, það byrjað að aukast atvinnuleysi, það nánast engin hagvöxtur og hagkerfið að stöðvast og fjárfestingar stöðvast og þá á verðbólgan að fara niður samkvæmt líkununum en hér á landi heldur hún áfram
Þannig að hvað sé hægt að gera aðri leikir, ég held að það sé svolítið sama og hún sagði í erindinu og bara verið að skrifa í Financial Times í síðustu viku og sem að við lærðum af COVID-tímanum. Það verður að vera coordination, samspil, samtal, samþætting á milli peningastefnunar og fjármálastefnunar, opinbera fjármála í heild. Það ekki hægt að hver sé í bendi leiknum að Seðlabankinn segir við gerum það sem við gerum. Ég fulla meðumkom með þeirra starfi vinnandi innan þess lagarama sem þeir hafa og þeirra tóla sem þeir hafa. En þegar sem komst það áðan, þegar fjármálaráðherra segir síðan ég ætla að leggja mitt af mörkum til að leggja verðbólguna og ekki að láta hallan og ríkissjóði vera neitt, að þá og báðir einhvern veginn sammála að kenna launþegum launaskriðinu núna reyndar en sko og við hreyfumst ekkert og þetta lagast ekki það eru bara aðilarnir í sikkunum héruðum og það er ekki sími á milli sko. Og við erum ekki í sama skurði. Nei. En maður alltaf að leita góðu líkingamáli sko og ég vil náttúrulega ekki nota neitt svona náttúrulegt líkingamál út og því að dregur fram eitthvað að verðbólgan sé einhvern veginn náttúruleg. En ég vildi segja í dag sko að stýrivaxtahækkunin væri síðasti naglinn í líkistu kjarasamningana en framkvæmdastjóranum mínum fannst það svo dramatískt að ég endaði frekar með skurðinn. Það er svona orðfærið í staðinn. En ég vissum að þú vilt koma aðeins inn í þetta, Tómas, en áður en það gerist, þá langar mig aðeins að beina spjótunum að þér. Jón, þú náttúrulega ferð fyrir einu stærsta fjárfestingafélagi landsins, svona ef við tökum lífeyrissjóðinn út fyrir svega. Og eins og kom fram hérna á glæranum áðan, þá svona alla jafna ættu hái vextir að vera svona góði fyrir þá sem eiga peninga en vondi fyrir þá sem að skulda. Þannig að þetta ekki bara gleði og gaman hjá ykkur? Já, ég vildi að svo væri, en þetta nú ekki alveg svona einfalt. Ég held að ef við horfum á sko vaxtastigið og vextina, ég held að þeir sem að kannski glöddust mest með vaxtahækkun í morgun eru mjögulega erlendi vogunarsjóðir sem eru í vaxtamunaviðskiptum. Þetta styður við krónuna og gerir þetta þægilegra fyrir þá. Að einhverju leyti innlánseigendur sem eru bara í því sem að njóta hára vaxta, þeir sem að eiga innlán en skulda þá lítið eða ekkert. En fyrir okkur sem erum í fyrirtækjarekstri og eigum í fyrirtækjum og þar náttúrulega eru lífeyrissjóðarnir langstærsti aðilinn líka, þannig að maður ekki gleyma því að þá þetta bara mjög krefjandi. Þetta hefur náttúrulega neikvæð áhrif á fjármagnsgjöldin. Við erum að fjárfesta náttúrulega í fullt af hlutum í þeim fyrirtækjum sem við erum að reka og öll fyrirtæki sem í rekstri fyrir utan eða svona rekstrarfélög og svo framvegis borga breytilega vexti. Það er eiginlega langflest fyrirtæki sem eru með breytilega vexti. Þannig að þetta býtur strax hefur áhrif á bæði fjárfestinga ákvarðanir. Auðvitað hefur þetta síðan áhrif á verðlagningu og þjónustu og svo framvegis. Þannig að, og síðan ef við förum í svona tæknilegri atriði, þá það náttúrulega þannig að ef að fólk sem á fjármagn hefur góðan valkost í því að leggja bara peningin inn á bók og fá háa vexti, þá bara minni eftirspurn eftir því að fjárfesta í atvinnulífinu. Og við erum bara að sjá það í því að hlutabréfamarkaðurinn steindauður, það hefur verið ömurleg ávöxtun á honum síðan 2021. Og ef við horfum á vísitölur og það eiginlega sama við skuldabréfamarkaðinn, þannig að ef við leiðréttum fyrir verðbólgunni og svo framvegis þá hefur í raun og veru ekki verið neitt frábær ávöxtun fyrir fjárfesta í þessu umhverfi. Og sjálfur hef ég svona skrifað bréf og talað við mína hluthafa í nokkur ár þar sem að ég hef svona verið gagnrýninn á þessa hávaxtastefnu og það sem að ég hef kannski aðalega verið að benda á að það hefur vakið athygli mína og ég er ósammála nálgun Seðlabankans þar að segja hvað það varðar að keyra svona rosalega háa raunstýrivexti sem að þeir meta í dag yfir 3% og þetta er miklu hærra heldur en við sjáum hjá nokkrum öðrum Seðlabanka og svona þolinmæði Seðlabankans og framsýni hefur oft á tíðum einhvern veginn. Það er eins og þeir hafi oft á tíðum ekki alveg, eða bankinn hefur ekki alveg trú á svona sínum eigin ákvörðunum því að stundum er talað 12 til 18 mánuði, það þurfa að hækka vexti og býði 12 til 18 mánuði þar til þeir byrja að kikka inn. Og eins og núna, mér fannst þegar ég las yfirlýsingunni í morgun,
þá bara farið mjög vel yfir það að hérna, það eru stríðsátök, það eru hækkun opinberra gjalda, undirliggjandi verðbólga hefur verið stöðu og verðbólguvæntingar hafa lækkað síðan í maí. Allt þetta fannst mér frábær rök fyrir hérna, því að halda sér höndum, hingra og horfa hans í kringu sig, en einhvern veginn kemst mér hluti nefndarinnar að því að það sé betra að hækka vexti. Þannig að mér finnst stundum svona eins og hérna, þessi leiðilegi frasi, ljóð og mynd fari ekki alveg alltaf saman og eins og ég segi, það væri óskandi að við myndum ná svona eins hérna, nýrri og betri nálgun á þetta heldur en hefur verið í gangi á undanförnum. Sko þegar við tölum raunstýrivexti þá erum við að tala stýrivexti að frádreginni verðbólgu. Já, leiðréttri verðbólgu, já. Tómas, af hverju eru þeir svona háir í Íslandi? Svona lengi? Þeir eru hærri núna þegar við undirrituðum kjarasamninga. Já, einmitt. Þeir eru meðal annars svona háir út af því að verðbólga lengi búin að vera há. Þeir eru meðal annars svona háir út af því að hér hefur verið meiri eftirspurn en eiginlega alls þar annars staðar og það akkurat ég veit sem að kemst fljótt að því að þú lest mikið í Financial Times, það gerum við hinn líka og málið bara það að hér erum við að díla við bara allt aðrar efnahagsaðstæður heldur en í Evrópu. Við tökum til dæmis Bretland, það hefur bara ekkert verið að gerast í Bretlandi í ykkur góðu 15 ár. Það hefur ekkert verið fjárfest. Hér er fjárfestingastigið í hagkerfinu bara með því hæsta sem nokkuð tímann hefur verið. Þó að sé að hallunda fæti í íbúðabyggingum, það vinna þar 20.000 manns. Það eru nokkru þúsund fleiri en bara fyrir örfáum árum síðan. Þetta fólk þarf alltaf að búa einhvers staðar. Og það er akkurat það sem við höfum verið að lenda í. Við fengum þessa miklu eftirspurnar svona eftirspurnar skell og að sé leiðilegt orð líka að hagkerfið reis mjög hratt. Þúsundir fluttu til landsins, þetta fólk þarf að búa einhvers staðar. Í kjölfarið þá þurftum við að flytja 3.000 einstaklinga frá Grindavík. Það tekur náttúrulega á hagkerfi að finna fólki nýja búsetu og hérna setla það. Þannig þetta tekur allt á. Ég held að hérna allir þessi þættir, bæði þessi atburður er líka sagan okkar leiðað til þess að hér þurfa raunstýrivextir að vera hærri en annars staðar. Það sem þessi framboðsumræða erlendis kemur líka með að þar er búist við því að raunstýrivextir eða raunvextir verða hærri en áður. Ég held að bara frábær punktur sem kom hérna fram líka að við verðum, það er stundum þannig að við þurfum að vera hafa trú á því sem við erum að gera og horfa aðeins lengra fram í tímann. Ég er sannfærður það að svo slaki sem við sjáum í þjóðarbúinu, auki atvinnuleysi eins og leiðilegt og það minni fjárfesting, allt þetta muni leiða til þess að verðbólga muni lækka mjög hratt á næsta ári nema eitthvað óvænt gerist. Þannig að það er það sem við reynum að gera. Mér finnst gaman þrátt fyrir hagfræðigráðuna þá getum maður talað um eitthvað svona sanngirni í þessu samfélagi. Og það er einn hópur sem tapar á verðbólgunni umfram alla aðra og það er lágtekjufólk. Það er fólk sem tapar langmestu. Og það er svo gaman að þessi punktur það er ekki fjármagnseigendurnir sem hagnast mest á háum vöxtum. Það getur verið. En hverjir töpuðu mest á lágu stýrivöxtunum sem eru líklega of lágir í faraldrinum? Hvað gerist þá? Húsnæðisverð hækka upp úr öllu valdi og við erum ennþá að díla við þá hækkun. Það er sú hækkun húsnæðisverði sem er aðalvandi ungs fólks í dag. Að húsnæðisverð rauk upp meðal annars vegna þess að líklega fóru vextir og raunvextir hér oflátt. En það náttúrulega átti sér þá ástöðu að hvar voru við í þessum heimsfaraldri. Fólk bara hélt að heimurinn var að fara, það er aldrei samur. Þannig er skiljanlegt að þar hafi ekki verið fullkomlega ákvarðanir teknar eiginlega á nokkrum stað. En hvernig hefði við brugðist við faraldrinum ef vöxtum hefði verið haldið háum? Þeir voru ekki háir, þau voru rétt um 2%. Nei, menn ef þeir hefði ekki verið lækkaðir svona mikið, því það var náttúrulega væntanlega ákveðin forsenda til þess að geta gert það sem þurfti að gera. Já, ég er ekki að tala hefði ekki lækkað eitthvað, en kannski fóru þeir og seint upp. Kannski heldur bankarnir sem einu útlánsvöxtum og lágum í eitthvað tíma. Ég bara að segja það að það er ekki svo fyrirstæku augljós sanngirni í lágum vöxtum. Mjög lágu vextir geta líka leitt til en ég held að tilvægstöðu. Ég held við þurfum að reyna að horfa aðeins fram á veginn. Seðlabankinn er að lækka hagvaxtarhorfur. Hagvaxtarhorfur hér á landi sem hefur verið notað sem ástæða meðal annars fyrir háa raunvaxtastiginu er núna peningamálum í morgun 1,4% sem er bara á pari við það sem er verið að gera ráð fyrir annar staðar. Þannig að þau rök eru svolítið farin. Sjálfur, þú veist að við tala framboðs eða eftirspurna
eftirspurni í raun og eftir tilflutningin í Grindavík og svo framvegis. Ég meina, stýrivextir voru ekki að fara að hafa áhrif á þann atburð eða það sem þurfti að glíma við í kjölfarið af því. Og síðan eru þessi sjokk sem að koma utanfrá, en það sem að kollega mínir hérna báðir hafa nefnt, sem að náttúrulega svona, þegar við erum að tala um þessi hérna, af hverju við erum svona lengi að glíma við þetta og svo framvegis, og ég veit að við svona verið mikið í umfjölluninni hérna, þessi pappírana frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, það sem aðeins svona verið að fjalla málið og maður svona rúla sér í gegnum hann og það verið að draga alls kyns ályktanir og svo kemur svona í lokin svona hérna fyrirvarinn, já, og svo að vísu höfum við ekkert skoða áhrif verðtryggingar á hérna heildarmyndina og maður einhvern veginn velti fyrir sér hver þá tilgangurinn með þessu. Ég meina, Tómas nefnir, ég meina, við verðum bara að horfast í augu í það að allavega mín skoðun að ef við ætlum að ná tökum á þessu þá þurfum við einhvern veginn að vinda ofan af þessari verðtryggðu krónu. Það gerist ekkert í einum vettvangi, en að því að það sem gerist þegar kemur einhver til að mynda olíuverð hækkar að utan út af einhverjum átökum. Þá skýst verðbólgan upp. Nú, þá koma allir verðtryggðu samningarnir, hvað sem að það eru leigusamningar, hérna, alls konar gjaldskrár, hvað sem að opinbera hérna, ríkis sveitafélög og svo framvegis. Og þar að leiðandi, sem að svolítið það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að velta fyrir sér, af hverju tekur þetta svona langan tíma hjá okkur að glíma við þetta? Og það út af þessu. Þú veist, þetta kemur einhvern veginn beint inn og svo eru verkalýs, það veist, eða bara launafólk, það er eitthvað búið að hækka, við þurfum að bregðast við því, svo að hækka hérna, leigusamningarnir á fyrirtækjunum og þá þarf að bregðast við því. Þannig að þetta svolítið, hérna, rótin náttúrulega rosalega mikil verðtryggingin, það bara þannig og allavega, eins og ég segi, mín skoðun er svo að þó að sumir segja að það sé lækningin á einhverjum sjúkdóm, þá held ég að það sé partur af sjúkdómnum. Það svo gaman alltaf að tala alþjóðlega skýrslur af því að það lesa þær allir og taka út úr þeim þar sem þeim hendar og svo segja svo Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir eða OECD segir. En þar í þessari skýrslu þá var að skoða svona þróunina frá hruni, eftir hrunið og þar því haldið fram á svona þessir, af því að þú talaði nú skelli, þessi svona innflutningsverðskellir, þeir skýri svona stærri hluta af verðbólgusveiflunni en annars þar. En launa og eftirspurnarskellir minna. Ásgeir, þú hefur eitthvað aðeins kynntir þetta? Já, sko, ég held að eitt lykilatriði þannig sem að disclaimerinn í lokin sem að Jón nefndi, þú veist, það ekki hægt að útskýra fyrir erlendum hagfræðingum verðtryggða hagkerfið á Íslandi. Þannig að sko, það síðan, þú veist, Stefán Ólafsson skrifaði grein í heimildina að framlag launanna væri 11% samkvæmt þessari skýrslu. Ég fann nú ekki alveg þá töflu nákvæmlega. Vandinn og alveg rétt sem Tómas segir sko, en ef maður skoðar hagvöxt á mann þá hann undir 1%. Þannig að þetta hefur verið svolítið vandinn í röglegri umræðum þetta. Það svona pikkað mismunandi atriði til skýringar. Ég meina það voru skógareldar í Evrópu í sumar. Það voru 400.000 mann sem að þurfti að flytjast af heimilinu sínum. Evrópski Seðlabankinn ekki að taka það sem skýringu fyrir breytingu á vöxtum eða hvernig illa gangi. 0,01% af íbúafjöldunum í Evrópu en ekki 1%. Já, en ég meina, þú veist, þetta allt skýringar eftir á sem nauðsynlegt til að skilja stöðuna, en hvernig ætlum við að komast út úr hérna, Grindavík var 10 sem stærra, já, ég veit, og húsnæðisvandinn, en sko, verðtryggingar hagstjórn með því að allir sem voru farnir á óverðtryggða vexti fara aftur yfir á verðtryggða eða einhver svona vinnuaflstilflutningshagstjórn, þar að segja að við erum búin að hafa rosalega fínan hagvöxt en hann var allur bara með innflutu vinnuafl og per mann óskup lítill. Þú veist, þetta hagstjórn sem að hefur leitt til þessa vanda sem við erum í núna og því best lýst eins og í COVID með K-kurfunni. Þar að segja, og það hluta til vandinn sem að Seðlabankinn kljást verið að kæla, að efri hluti hagkerfisins hefur það svo helviti gott og ég held að sko, Íslenski Seðlabankinn var svo eitt svo síðast í að lækka mikið og eitt svo fyrst í að byrja að hækka. Þannig ég held að það hafi verið meira fyrrum vinnustaður Tómasar, þar sem hann var í fjármálaráðuneytinu, þar sem að hallinn var 4% eftir COVID lengi, þar að segja að það var ekki gripið inn í eðslu sleppingunum sem fór í gang og skattar ekki hækkaði til að
dempa efri hlutan af K-kurfunni meðan að neðri hlutin sem að borga stóran hluta á launum sínum og vaxandi hluta á launum sínum í hækkandi matvöru og í hækkandi húsnæðiskostnað sem heitir í alþjóðlegum miðlum cost of living crisis og talað og skrifað ítrekað meðan að hér meira að segja vandi við að þýða það sko. Því þetta ekki lífskjara krísa. Lífskjör eru svo góð á Íslandi í meðaltalinu, í heildina, en það framfærslu kostnaðar krísa hjá sko vinnuhjónum sem við fluttum inn frá útlöndum og ætlum að setja upp fardaga að nýju til að ná tökum á hagstjórn. Það þarna sem að stór hluti vandans liggur og meðan að fyrirtækin búa við fákeppni og geta hækkað og velt út og það dregur ekkert úr neyslu á efri hlutanum sem að hefur það bara mjög fínt og fékk launaskriðið. Það agaleysi hérna og afmörkuð sýn hvers hóps og trú á líkunna módel án þess að horfa á rauntölu og raungóð sem ég held að liggi vandanum til grundvallar. Viljið þið eitthvað bregðast við þessu? Ég held að sko, ja, þú veist, allavega það sem ég mætti nefna sko að því að ég sammála mörgu sem kom fram í erindinu hérna áðan en þú veist það sem að þú veist við þurfum að horfa fram hjá sjokkunum og svo framvegis en það þarf ekki kannski að koma óvart og ég byggi það svo sem á hérna gögnum að ég tel að mér finnst þú veist umræðum ofsagróða fákeppni á Íslandi á villigötum þú veist ef við skoðum arðsemi fyrirtæki ef við skoðum það í samhengi við hvað að gerast annars staðar og svo framvegis þá það ekki rót vandans það mikið talað vöruverð og hvernig það lítur út ég meina vöruverð oft á tíðum hátt á Íslandi út af allskyns tollum, aðflutningsgjöldum, álögum og svo framvegis veitingamenn kvarta undan áfengisgjöldum bifreiðainnflytjendur kvarta við tollum það alveg fullt sem við getum gert ef við viljum hafa áhrif á þetta fínt ég að sjálfsögðu hérna hlynntur því að ríkissjóður sé rekinn rétt með við núllið og ég held að það verði ekki gert án þess að styðja við vöxt og styðja við fjárfestingu í landinu þá ég ekki bara að tala fjárfestingu hins opinbera heldur líka bara einkageirans en ég held að það sé báðir aðilar þurfa að koma þar að og ég hef svona bent á það að það verður enginn hagvöxtur án þess að við öflum meiri orku það mikil eftirspurn eftir orku og ég held að það sé í raun og veru algjörlega í okkar eigin höndum og stjórnvalda að taka ákvarðanir sem að hérna ýta undir skynsaman en nauðsynlegan hagvöxt næstu ára til þess að koma hlutunum í betra jafnvægi. Ég held að það verði ekki gert með boðum og bönnum á verðlagningu ýmissa vara og heldur ekki með skattahækkunum. Skattahækkanir að hluta til eru bara ákvörðun það að dreifa verðmætum í samfélaginu með öðrum hætti heldur en gert í dag. Það er pólitík og hérna fólk getur haft mismunandi skoðanir á því en til þess að auðvelda viðfangsefnið þá verðum við að vaxa og það hefur alltaf verið þannig ef við ætlum að reyna að ná jafnvægi þá þarf hagkerfið að vera að vaxa og án þess munum við ekki ná jafnvægi í ríkisrekstrinum sem algjörlega nauðsynlegt. En geta skattahækkanir ekki líka slegið á eftirspurn? Þar geta slegið á eftirspurn, jú, sko, svo sannarlega en það sem við þurfum einhvern veginn að hugsa um að það eru tveir hlutir sem skipta máli og þú reyna að stjórna eftirspurni í hagkerfinu. Því að það sem við erum að reyna að gera að sko frambóð, hvað hagkerfi getur framleitt að vaxa með einhverjum hætti og svo eftirspurnin einhvern veginn sem að slást upp í frambóði. Fólk vill kaupa meira en hagkerfið að framleiða. Við getum gert það með þeirra að draga úr eftirspurninni sem við erum stundum að reyna að flytja í tíma, það er alveg rétt, og við erum að bíða eftir að frambóðið taki við sér. En það grundvallar atriði, sérstaklega fyrir okkur. Ég held að þetta sé vanmetinn punktur í íslenskri efnahagsumræðu. Við verðum að auka framleiðnina. Það verður að framleiðni vöxtur. Við verðum að vaxa og þá getur eftirspurninu auðvitað vaxið. En það sem mun gerast, ef við hugum ekki að þessum framleiðni hlutunum, ef við einhvern veginn kæfum hagkerfið í regluverkið eða hverju öðru, ef við mentum ekki börnun okkar, það getur haft áhrif til lengri tíma, en það er svarið með einhverju öðru. Að það sem mun gerast að getan okkar til þess að auka eftirspurnina mun líka að draga saman. Þannig að það er leiðin að einhverju einstaklega leiðilegu hagkerfi ef við hugum ekki að framleiðni getu hagkerfisins. Og ég held að, ég veit að fólk hefur mjög skipta skoðunir þetta í hagfræði heiminum. Ég held þessi verðtryggingapunktur sé rosalega mikilvægur.
og það verður einhvern veginn að vindóna því að í rappi þjónustusamningar ef ríkið fyrir útboð, þetta alt verðtryggt. Þú byggir hús, þú gerir einhvern verðtryggðan samning við iðnaðarmennina. Og það verður einhvern veginn að finna leið til þess að vindóna þessu og augljósa svari fyrir hagfræðingin jú, þú lækkar verðbólguna og þá mun þetta einhvern veginn hverfa. En það má líka alveg vinna, þú veist, þegar maður einhverjum sjúkdómum að þá skiptir líka máli að halda niður kvillunum sem fylgja sjúkdómunum og það ekki endilega að lækna hann alveg. Það má vinna á hann, en ég held að það þurfa að gera þetta á sama tíma. En það eitt mál sem við höfum einhvern veginn alveg sleppt í að nefna sem að bara húsnæðismálum og áhrif þeirra á verðbólguna og svo náttúrulega kannski það var ein glæra sem var svolítið að draga það fram að ef að vextir eru háir lengi þá hættir byggingun í húsnæði og það getur verið verðbólga í framtíðinni. Þannig að hver svona þáttur húsnæðismálana ykkar mati og hvað þarf til að koma? Þú byrja Ásgeir. Já, það var aðeins breytt partinum í mælingunni á vísitölunni út frá húsnæðisliðnum sem öðruvís á Íslandi. Þetta út af því að vera að byggja hús, bara svo við vitið það vera að sprengja. Og við höfum verið að byggja mjög mikið af húsum. Ég hef meiri ágjör af að við höfum verið að byggja mikið af lélegu húsnæði en það annar málting. Og vöxturinn alveg rétt eins og Tómas sagði. Og það þessi vinnuaflsflutningshagvöxtur sem hefur verið einblínt allt og mikið á. Ég held að þegar það var breytt útreikningum á húsnæðisliðnum, það litla atriði, þá komu hagfræðingarnir í öllum bönkunum og sagði, já við horfum í gegnum þetta og svolítið sama og var gert þegar að verðþæki var sett á oljuna, að þá aðgerðina sem gripið til, að það horft í gegnum þær, af því að það séu einskiptist, meðan að þegar ég ber saman við Seðlabankann út í heimi, að það horft í gegnum sjokkin og beðið með að hækka til að sjá hvort þau komast ekki í gegn. En hér eru allir svo vissir í mikilvægi verðtryggingar krónar og hún haldi verðgildi sínu og þar með sé hreinsað burt og þá virkar þetta svolítið öfugt en til var ætlast held ég þannig að aftur það sem ég kallaði vinnuaflsflutningshagstjórn þá lausnin á húsnæðisvandanum að stöðva aðflutning vinnuaflsinga frá evrópska efnahagssvæðinu og eða kæla hagkerfi svo mikið með háum raunstýrivöxtum að hér flytist ekki lengur fólk til að vinna í geironum og það verði offramboð á húsnæði og verðfall á því að því Tómas með fjármálastöðuleika því það búið að vera að byggja svo mikið sem að koma út á markaðin. Við sjáum aldrei húsnæðisverð almennilega að lækka á Íslandi. Og þá þarf verðbólgu til að það raun lækki og þetta mjög rökvís og óhagstæð hagstjórnar aðferð held ég. Hugsið þið verðbólgu framtíðar þegar þið eru að taka ykkar ákvarðanir og þá meina ekki eftir 2 ár eða 3 ár heldur bara svona eftir 15 ár verður byggt nóg á húsnæði? Við hugsaum alltaf aðal það hvað gerist eftir 2 til 3 ár en við erum líka að hugsa einhvers konar og langtíma jafnvægi í hagkerfinu. Og ég held að þessi áhersla á að hér hafi þessum fólk hefur kallað húsnæði skort. Það sé einhvers konar fólk hafi ekki alveg velt fyrir sér tölunum. Hér verið að byggja, eins og Ásgeir segir, mjög mikið. Og það hægt við því að kannski hafi verið byggt of mikið til skamms tíma. Og þessar sveiflur eru náttúrulega mjög óheppilegar og það hefur margt verið gert þess að reyna að draga úr þeim en það virðist ekki hafa tekist. Eitt af því sem að fólk hugsaði til dæmis þegar að hagkerfið reis sem hæst þá fjölgaði okkur 3% á ári og fólk sagði, heyrðu, þetta verður bara alltaf svona. Það bara ekkert hagkerfi í Evrópu þar sem að fólksfjölgunin er sambærileg. Við erum komið núna í svona 1% fólksfjölgun að því virðist sem sambærilegt og löndur svo Spánn sem í alvöru vanda talum. Ef við viljum tala húsnæðisvanda skulle við fara til Bretlands eða Írlands eða bara eitthvað út fyrir landsteinina. En auðvitað veltum við mæli fyrir okkur en þetta ekki megin hlutverk okkar við það vinna bara aðrir. Og þá bara eins og Jæja sagði, það hlutverk fyrir ríkissjóð. Húsnæði varðar svona fjárfestingavöru þannig að þeir sem áttu
umfram fjármagn eftir COVID eða eftir niðurgreiðslu ríkisins á höfuðstóli með skattafslætti, þeir fjárfestu í annarri eða þriðju eða fjórðu íbúð og leigja síðan út til vinnuhjóana eða aðflutta vinnuaflsins á verðtryggðum kjörum sem að láta í raun og veru það fólk borga niður húsnæði fyrir börnin sín. Þannig að það er húsnæðiskerfi sem er hérna til staðar, sko. Þannig að Herri, ég ætla að færa mig bara svona stutt á lokaspurningu. Er einhver ástæða til þess að endurskoða umgjörð peningastefnunar? Ég lefa þér kannski að byrja, Jón. Þú veist, það fer svolítið náttúrulega eftir bara hvað við erum að tala sem umgjörð, en ég meina það eru, þú veist, eins og Ásgeir nefndi, ég meina fyrir nokkrum árum þá veist þá að vera að breyta hvernig verðbólgan er mæld og hérna hvað er notað þar og stundum finnst manni verðbólgu tölurnar ekki endurspegla raunveruleikann eða það sem maður er að heyra, eins og til að mynda núna, þú veist, ég heyri mikið að leiguverð er að lækka. Það er byrjað að lækka, þannig að þú veist það er ekki endurspeglast ennþá allavega mest úst í tölunum, það kannski kemur síðar og með meiri krafti inn í haustið, þannig að það er eitt sem að mér finnst að mætti vera meiri umræða Nú það sem er umræða á mörgum stöðum, meðal annars í Bandaríkjunum og svo framvegis, það er náttúrulega bara verðbólgumarkmið. Þetta verðbólgumarkmið var búið til fyrir áratugum fyrst hjá Seðlabankanum í Nýja-Sjálandi og ég meina það er alveg fróðari menn en ég í hagfræðinni sem að velta fyrir sér er þetta hin eina heilaga tala í þessu af því að þetta snýst náttúrulega svolítið mikið það líka bara hvað hagkerfið þolir á hverjum tíma og það fer eftir eðli hagkerfisins og svo framvegis. Þannig að en ég held að sé hins vegar ekki gott að vera að fókusera of á einhverja við erum hérna langt yfir og þá einhvern veginn að fara að breyta og þá ruglast allt hérna systemi. Ég held að það sé umræða sem að sé til miklu lengri tíma. En eins og segi, mér finnst umræðan ætti að vera, það hefur svolítið verið oft á tíðum þó að það komi sveiflur í því en það er svolítið svona Seðlabankinn er sjálfstæður og hann þarf að vera sjálfstæður í störfum sínum og þá einhvern veginn var, þú veist, ég vil hafa allavega heyrt stjórnmálamann fyrir utan kannski það sem situr hér að gagnrýna, þú veist, þá er ég samt að kalla þetta svona málefnalegri gagnrýni á, þú veist, þá hvað er verið að horfa, hvað er ekki á að horfa í gegnum sjokkið, ekki og svo framvegis, en það er eiginlega búið með því að segja, já, Seðlabanki þarf að vera sjálfstæður, að þá þá má ekki hafa skoðun lengur á því hvernig hann nálgast viðfangsefnið og eins og Tómas nefnir, ég meina, Seðlabankin er ekki bara að ákveða hvort einhverju vextir hækki 25 eða 50 púnta, þú veist, það er fullt af öðru sem að Seðlabankin er að ákveða, þú veist, það er bæði varandi alls konar við greiðslumatið, af hverju mátt ekki kaupa þér íbúð, ef þú ert að borga fullt í leigu, getur borgað fullt í leigu en svo mátt ekki kaupa þér íbúð af því að einhver tæknilegt greiðslumat segir að þú hafir ekki efni á að borga nema helminginn af því sem þú ert að borga í leigu. Það er fullt af hlutum sem að Seðlabankinn er með í töskunni. Ég tek hins vegar algjörlega undir það að Seðlabankinn, þetta er ekki bara verkefni Seðlabankans, þetta er atvinnulífið, þetta eru stjórnvöld og þú veist, við erum bara 400.000 og við erum allir með númerið hjá hvorum öðrum og mér finnst það að vera miklu virkara samtal allavega með það sem að ég heyri að sé að þá er þetta meira svona oft á tíðum að nafninu til frekar heldur en bara efnisleg samtöl sem eiga sér stað ekki með einhverjum skeytasendingum í fjölmiðlum þó að það þurfi stundum, ég veit það en ég held þetta sé ekki svona jafn erfitt og við höldum ef fólk tala bara meira saman. Gæti verðbólgumarkmiðið verið fljótandi? Það er skemmtileg hugmynd, ég þarf að hugsa hana þess betur til að ég var að lesa bara að það var gert svona review á peningastefnunni hjá Evrópska Seðlabankanum. Það var nýr seðlabankastjóri að taka við í Bandaríkjunum sem ætlar að hætta að vera með framsýna leiðsögn. Það er ýmislegt að gerast út í heimi. Ég held að það verði að gera vandlega úttekt á endurskoðun umhverfis peningastefnunnar á Seðlabankanum í ljósi sögurnar bara svo við séum ekki að giska eða taka mismunandi þættin þannig það verði bara greint. Það er ágætlega gert hjá IMF að hluta til, þú veist, í sögulegu greiningunum þeirra en það er augljóst
með 8% stýrivexti og rúmlega 5% verðbólgu að þetta hefur ekki gengið eins og það átti að gera samkvæmt líkonum, módelum, fyrri áleitum peningastefnunefndar og forsendunum í kjarasamningunum sem eru nú að bresta. Ég held að það sé nú bara sönnunin á því að eitthvað er að og eitthvað verður að gera. Hvað segir þú, Tómas, rétt í lokin? Ég sé holdt að skoða umgjöruna og það er gert reglulega. Það verður gert af sérfræðingum á næsta ári á vegum ríkisstjórnarinnar, bara samkvæmt lögum. Ég held samt að kannski þurfa að horfa aðeins víðar og eins og þessi erlendi fyrirlesur okkar talaði áðan að hvernig til dæmis ríkisfjármálin er ákveðin, það að þar er allt uppfært með verðlagi og launum, bara svona tæknilega aðferðafræði sem er held ég barnsins tíma. Það við búum í svona verðtryggðu samfélagi, það allir þessi svona auka þættir. Ég held að umgjörðu vinnumarkaðurins þurfa að breyta og það sína held ég bara allar rannsóknir og alþjóðlegar umfjallanir. Þannig að mér líður stundum eins og Seðlabankinn að fengi þetta hlutverk 2001 bara í samræmi við allar alþjóðlegar rannsóknir og hvernig að gera hlutina vel. Svo var hann sameinaður fjármálaeftirlitinu fyrir einhverjum 6-7 árum síðan og þá var tekið annað skref. Við höfum aldrei klárað alveg umgjöruna fyrir það hagstjórn sem okkur langar að vera í, sem er sama hagstjórn og er á hinum Norðurlöndunum. Það þarf að klára þessi skref sem er ekkert mjög mörg en gæti verið frekar erfitt. Þetta er svona efni í næsta málþing og held að séu bara ágætis lokaorð á þýrleitinu til. Þakka þér, Jæja Sud, fyrir þitt erindi og þakka ykkur Ásgeir, Jón og Tómas kærlega fyrir að taka þátt í þessu og ykkur öllum fyrir að mæta og fylgjast með í streymi.